að þið skildu bjóða mér. Það gaman að vera hérna og það náttúrulega fyrir mig mjög gaman að fá að tala eitt mitt helsta áhugamál eða hugðarefni sem eru 12 reynsluspora-samtakana og tengja þau við þetta umræðuefni sem að hér hefur verið tekið fyrir á þessum fræðslukvöldu. Mér langar að byrja á að segja ykkur að þó að séu liðin 35 ár frá því ég kynntist sporunum, þá finnst mér það enn verið að opna mig nýjar víddir og fræða mig og laga mig svolítið til. Þau eru leiðarvísi minn að góðu lífi og hluti af mér og lífsstillinn minn finnst mér. En svo að því að kannski þekkja sumir ekki svo vel sporin, þá langar mér svona aðeins að fá að setja fram uppruna þeirra og innihald og reyna að vera stutt orð. En stutta útgáfan af uppruna að samtakana er að 2 langt gengnir alkohólistar hittast, þeir eiga einlægt samtal og þeir finna að það hjálpar þeim að deila reynslu sinni styrk og vonum með hvor öðrum. Og fundur þessara 2 manna, hann er svona lokaþáttur í atburðarás sem hann leiddi til stofnunarsamtakana í Bandaríkjunum fyrst og síðan heiminn. Og það má segja að sem sagt Bill, verðbréfasalinn Bill Wilson, sé sá sem kannski sagan byrjar með. Hann var mjög landgenginn alkohólisti og læknirinn hans var búinn að segja honum sumarið 1934, að líklega væri hann vonlaus alkohólisti því að engin afvötnun eða hjálp hafði dugað. Og snemma vetrar þetta sama ár þá situr Bill að drykkju og þá kemur heimsókn til hans. Heimsækjur hann álíka landgenginn alkohólisti og hann færir honum þau tíðindi að með því að sækja samkomur hjá Oxford-hópnum að hann tekst að halda sér alkóðum í 3 mánuði. Og hann útskýrir fyrir Bill í hverju leiðsögn hópsins felist og þó Bill haldi áfram að drekka, þá hefur þetta samtal sáð einhverjum fræjum í hans hrjáðu sál. Nú skömmu síðar í enn einni afvötnun þá verður Bill fyrir andlegri reynslu og tekst að stöðva drykkjuna upp úr því. Einnig hann leitar hríð til Oxford-hópsins. En hann fer strax að reyna að hjálpa öðrum alkohólistum en ekkert gekk. Í maí 1935 þá er það sem að þeir hittast, hann og Bob læknir. Og það er svona talað að stofnunardagur samtakana sé 10. júní 1935 þegar Bob læknir tekur síðasta glasið. Hann hættir að drekka þá. Og þá byrja þeir Bill strax að reyna að hjálpa öðrum alkohólistum. Og 3 árum síðar, eftir ótal mistök og dýrmæta reynslu þessara samtaka, fer Bill að skrifa A-bókina og sporin 12 skráir hann í desember sama ár. Félagar í AA eru þó innan við 100 í Bandaríkjunum. En kvöldi sem Bill byrjar að skrá sporin þá er hann með framan við sig 6 meginreglur samtakana leið til algáðs lífs og hann finnst að þurfa að brjóta þær niður í smærri einingar. Hann langar að breikka og dýpka andlega forsendur fyrir framsetningunni. Og sjálfur segir hann svo frá: loksins kom ég mér að því að byrja að skrifa. Ég byrjaði á uppkasti að fleiri en 6 sporum. Ég slakaði á og bað leiðsögn. Ég var ótrúlega fljótur með fyrsta uppkasti, kannski hálfa klukkustund. Orðin héldu áfram að flæða fram. Þegar ég hætti, tölusetti ég sporin og þau voru honum 12. Og hann ákvað að halda því þannig. Nú það eru harðvítugar deilur orðalag meðan félagana. Sumum fannst of mikið talað um Guð og öðrum of lítið og sumum fannst framsetningin of einstrengingsleg og öðrum of frjálsleg. En eitt voru allir sammála að innan 12 spora leiðarinnar þyrftu allir alkohólistar að geta fundið sér stað. Nú athugasemdir félagana voru skoðaðar og sporin slípuð til og útkoman var, eins og henni hefði verið stjórnað af guðlegri forsjón.
Þráin eftir lífi án áfengis og löngunni til að miðla áfram þeirri lausn sem að samtökin töldu sig hafa fundið kveikjan af því að Bill setur tólsporin á blað og í mínum huga hefur aldrei verið vafi á því að skrif hans hafi verið innblásinn af einhverju honum æðra og heilara sem sé Guði. En þótt Guð sé nefndur í sporunum 12 þá þýðir það ekki þvingun til trúar. Öll trúarbrögð og skoðanir rúmast innan þeirra og sporin segja aldrei þú átt, þú verður, þú skalt. Þau vitna í reynslu þeirra sem á undan fóru og segja bara við gerðum, við játuðum, við fundum og svo framvegis. Og þeir sem leita hjálpar eftir þessari leið eiga það allir sameiginlegt að hafa á einhvern nátt beðið skipbrot og gert sér ljóst að eitthvað eða einhver verður að koma til hjálpar. Og fyrsta sporið, það játar þessa uppgjöf og annað sporið segir við fórum að trúa á mátt okkur æðri. Og þriðja sporið leiðir síðan til ákvörðunar að fela þessum æðri mætti, það Guði, líf okkar og vilja. 3 fyrstu sporin eru undirstaða og upphaf leiðarinnar að því að verða heill. Í þeim felst uppgjöfin, upphafið, ákvörðunin. Og þegar undirstaða fyrstu 3 sporun orðin traust, þá snúum við okkur næstu sporunum, það að segja strangheiðaleg sjálfskoðun í 4. spori og trúum síðan annarri manneskju og Guði fyrir því í 5. spori hvers við urðum vísari og játum það undan bragðalaust. Í því 7. lýsum okkur albúin að losa okkur við prestina og í 7. sporunni biðjum við Guð að fjarlægja þá. Og þegar hingað komið þá beinist athyglin frá okkur sjálfum og að öðrum manneskjum og við skoðum hvaða sársauka eða skaða við höfum valdið náunganum. Skráum það nákvæmlega í spori nr. 8 og í 9. sporinu bætum við eftir bestu getu fyrir brot okkar þó þannig að það særi ekki aðra. 10 og 11 eru kölluð viðhaldssporin því ekki dugar að líta bara ánægðar yfir það sem hefur áunnist og telja sig búin að afgreiða þetta mál. Því þá komið að daglegri iðkun 12 sporana, stöður í sjálfsrannsókn og ræktun vitundar sambandsins við Guð. 12. sporið snýst að breiða út boðskapinn, bæði með fordæmi og hjálp við aðra í lífi og starfi. Ég var þýskukennari í Versló þegar ég leitaði mér hjálpar vegna áfengisneyslu minnar. Og þegar ég fór að átta mig á því hvað mitt nýja líf með 12-sporaleiðinni var að gera fyrir mig og hvað Guð var að gera fyrir mig í gegnum sporin 12, þá fylltist ég eldmóði og löngun til að bera áfram boðskapinn og mig langaði helst að fá að miðla nemendum mínum og sem og öllum öðrum af þessari nýju upplifun. Þetta þótti nú ekki gáfulegt. Sporin 12 væru einungis fyrir alkohólista og aðstandendur þeirra, fólk sem hefði þurft að kafa og botna örvæntingar og stjórnleysis. Aðrir gætu ómögulega nýtt sér. Í dag löngu vitað hvílíkt verkfæri og opinberu sporin eru þeim sem einarlega feta þau. Að þau geta hjálpað miklu fleirum en alkohólistum. Sporin 12 benti mér á margt sem mér var ekki ljóst í eigin fari. Til dæmis í umgengni við náungan og sjálfan mig. Ég kunni ekki að koma vel fram við sjálfan mig og ég misskildi sjálfsrækt sem eigingirni og gerði ósanngjarna kröfur til annarra. Með hjálp sporana byrjaði ég endurskoðun og endur uppeldi á sjálf. Og þegar Sindri nefndi það við mig að tala út frá sporunum hér á föstunni inn í vist spora þemað, þá var ég pínlítið hvumsa fyrst, en ekki lengi. Því meir sem ég hugsaði þetta, því augljósara fannst mér að lífið með 12-sporunum leiddi sjálfkrafa til þess sem hér glimrandi. Að fara vel með, virða og vernda jörðina okkar, sköpun Guðs sem hann hefur treyst okkur fyrir. Og mér fannst vera auðvelt að tengja löngun til betri umgengni við sköpunarverkið, að tengja 12-sporaleiðina sem sagt við það.
Ég nefndi áðan endurskoðun og enduruppeldi. Og fyrir 35 árum byrjaði ég þá að vinna með sjálfan mig. Og á þess að taka beint eftir því hefur tólskólaleiðin tekið yfir æ stærri hluta lífs míns í ýmsum myndum og mörgum sviðum. Jesús spurði, viltu verða heill? Og hann spyr okkur öll þeirra spurningar. Viljum við verða heil? Sporin 12 gef okkur löngun til að verða heil og hrein. Í A-bókin segir að við sækjumst eftir framförum, ekki fullkomnum. Við fetum leiðina einarlega, Guð gefur vöxtinn og hægt vex upp ný hegðun, ný sýn á lífið og nýtt gildismat. Það ekki nóg að losna við verstu brestina, við sækjumst líka eftir að lifa fallegu lífi. Við viljum fara vel með allt sem okkur trúa fyrir, sjálf okkur, ástvin okkar, náungan, lífið sjálf, já allar gjafir Guðs. Og með opin augu og fúsleika að vopni ger ég mér ljóst að ég hef oft umgengist gjafir Guðs og sköpun hans af kæruleysi og jafnvel virðingarleysi. Við höfum hrifsað til okkur meira en okkur ber á kostnað annarra. Við höfum verið gráðug og eigingjörn og flotið sofanda feigðarósi og við viljum ekki gera það lengur. Við viljum breyta hegðun okkar og standa undir því nafni að vera ráðsmenn Guðs á jörðu. Og mig langar að vera í liðinu sem vil snúa við blaðinu og sporareynslan mín nýtist vel í þeirri viðleitni. Ekki í anda áramóta heita eða skyldi átaks. Nei, í heiðarlegri uppgjöf játa ég að hafa ekki sýnt umhverfi mínu og jörðinni, náttúrunni, sköpuninni, þá umhyggju og virðingu sem Guð ætlaði okkur og ég finn að þó ég sé bara ein og smá, þá vil ég leggja mitt að mörkum og trúa því að mín breytni og lífsýn skipti máli og ég bið Guð að leiða mig. Ég skoða nákvæmlega hvað ég hef gert rangt, hvað ég get gert betur og ég vil æfa það þar til að verða mér tamt og eðlilegt, jafn eðlilegt og að bursta tennur. Og þegar ég lítil farið með ger ég mér ljóst að óalvitandi var ég í rauninni umhverfið sóði. Það sagði mér enginn að fótspor mín á jörðinni skipti máli. Ég hugsaði ekki út í að jörðin gæti ekki endalaust tekið við úrgangi og mengun tækninnar og svo kallara framfara. Plast, það var til dæmis eitthvað alveg dásamt í mínum augum. Það leysti af smjörpappírinn sem hafnaði bara utan nestið. Þetta sama plast hefur snúist gegn okkur og náttúrunni, sökum ofnotkunar og óhófs mannanna og ógnar nú bæði náttúru og lífríki. Svo lengi læri sem lifir og áður en sú vakning varð sem nú orðin umhverfismál og meðan við óðum áfram umhugsunarlaust og komum fram eins og allt væri óþrútandi, þá lærði ég samt pínlítið á leiðinni. Mér var til dæmis kennt að fara sparlega með rafmagn þegar ég bjó í Þýskalandi. Og á Kanarí skildi ég mjög vel mikilvægi þess að spara vatnið. Svo fór ég að taka eftir brauðlinu á þessu tvennu hér heima og líkaði það ekki vel. Ég bjó líka 7 ár án sorphirðu hér í bænum og það var mér eðlilegt að flokka rusl og vera með moltutunnu. Fyrst fannst mér þetta pínu snúið, en svo fór ég að taka eftir svo mörgu við það sem gladdi mig og að fara í flokkunagámana sem þá voru að byrja að birtast, gaf góða tilfinningu. Hér heima byrjaði áróður gegn óhóflegri plastpokanótun miklu fyrir en til dæmis á Kanarí, þar sem ég hef dvalið langdörum í mörg ár. Sá áróður opnaði augum mín fyrir þeirri brjálæðislegu plastpokanótkun sem hefur verið þar, en mér til gleði sé ég viðhorfin breytast þar líka undanfarin ár og síðustu árin hef ég getað flokkað ruslið mitt á Kanarí. Svona hef ég verið að rumska til meðvitundar umhverfi mitt og mína eigin ábyrgð á að ganga vel það. Hlusta betur á fræðslu þessi mál og vanda mig meira. Í 11. erfðavenju A-samtakanna segir: afstaða okkar út á við byggir fyrst og fremst á aðlöðun, ekki áróðri. Mér finnst aðlöðun fallegt orð og merkingarþrungið. Aðlöðun laðar okkur að viðfangsefninu og við sjáum tilgang
og finnum til jákvæðni gagnvart því sem verið að laða okkur að. Ég var alin upp við nýtni á öllu sviðum og er ósegjanlega þakklátt fyrir það og ef matarsóun fyrirfannst ekki í mínu uppeldi. Og fordæmi móður minnar hefur verið mjög gott veganest í gegnum lífið og sama hátt langar mig að innprenta barnabörnunum mínum virðingu fyrir náttúrunni og landinu okkar og kenna þeim að ganga vel það sem okkur er treyst fyrir. Já, ég sagði barnabörnunum. Þau eru námfús og ef þeim sýnt fram á tilgang og samhengi betri umgengni, trúi ég að þau tilengi sér hana líkt og ég tilengaði mér gildi móður minnar. Hvað fullorðnu börnum mín varðar, þá þarf ég að nota bæði áróður og aðlögun en umfram allt gott fordæmi og mér þykir verst þetta fengu þau ekki frá mér með þau voru lítil. En það er aldrei of seint að byrja. Framlag mitt er agnarlítið. En ef það smittar út frá sér, heldur það áfram að vaxa eins og hringar í vatni. Móðir Teresa sagði einu sinni þegar hún var spurð hvernig hefði komist yfir að hjálpa öllu þessu fólki. Ég byrjaði bara á einum. Og hún sagði líka að ef við vildum breyta heiminum, þá yrðum við að byrja á okkur sjálfum og heima hjá okkur. Og í góðri trú á orð hennar ætla ég að halda ótrauð áfram því sem ég byrjuð á og útvíkka það vonandi eftir því sem ég endist ævin til. Mér langar svo að einfalda lífið mitt. Mér langar svo að vanda mig. Ég til þess að hugsa tungumálið okkar. Sýna því verðskuldaða virðingu og rækta það til dæmis með því að hvetja til lesturs barna og lesa fyrir barnabörnin mín. Kenna börnunum og það er hægt að teikna og lita báðum megin á blaðinu. Þetta er svona það sem dettur í hug. Ég er fann að samnýta bílinn minn með fjölskyldu sonar míns og láta frá mér heilmikið. Ég er alltaf að láta frá mér eitthvað sem ég þarf ekki. Nei, vonandi geta nota. Þetta er svona litlu frægin mín. En byrjum bara strax að sá Guð mun gefa vöxtinni. Takk fyrir mig.